Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Sportátturinn með ykkur hérna reynda núna á miðvikudagskvöldi klukkan 10:20 og já, nú eru næst komin yfir í fimmleika og línuna komin Stefania Eyþórsdóttir hjá fimmleikafélaginu Gerplu en hún var staðsett núna á Eurogym sem fór fram hér og þar í Evrópu. Komdu bless og sæl. Sæll og blessaður. Hvernig hefur það? Ég hef bara mjög gott. Já, svona áður en að ég byrja viðtalið þá ætla ég að spyrja þig með þig, hvað gerir þú í fimmleikum? Herru, ég vinn í íþróttafélaginu Gerplu og sé þar grunn- og framhaldsdeildina og almennu deildina og er líka í nefndinni fimmleika fyrir alla í fimmleikasamband Íslands. Og svona kannski grípið beint þarna, fimmleika fyrir alla fyrir fimmleikasambandið. Hvernig er það? Sko, við erum svona í því alla daga að efla fimmleika fyrir alla. Það eru ekkert rosalega margir sem að, það eru margir ætla ég að segja, sem að eru kannski ekkert í fimmleikum til þess að keppa og við erum að finna fimm stað og það eru margar hátíðir sem að hægt er að fara á, sem er þá svona svipa eins og keppnir fyrir keppnisfólk og Eurogym er ein af þeim hátíðum. Mjög skemmtilegt. Já, okay. En hérna fyrir almenna hlustnaður sem veit ekki hvað Eurogym er, hvað er það? Það er fimmleika hátíð fyrir fimmleika fólk á aldri 12 til 18 ára og markmiðið er að hafa gaman og sýna fimmleika í hvaða formi sem er og fimmleikar eru til í alveg mörgum formum sem að við á Íslandi erum kannski ekki alveg mikið, ekki allavega í öllum formum og þetta er svona vikulöng hátíð þar sem bara verið að hafa gaman og fara í alls konar workshop og sína atriði og kynnast bara öðru fimmleikafólk úr Evrópu. Svona ef ég svona vindum með beint í spurningu með það, hvernig er svona aðstæður til dæmis á Íslandi með að við til dæmis annars staðar í Evrópu svona til fimmleika? Nú náttúrulega ekki öll íþróttahús þannig séð á landinu að sprengja utan þessu í fimmleikum, þannig séð? Jú, þau eru að því. Ég veit, þekki nú ekki sjálf hvernig það er annars staðar í Evrópu, en við erum svo sem ekkert eitthvað mjög illa sett. Þetta fimmleikarnir okkar koma mjög vel út þó að allir hafa mjög þröngan húsakost en bara þröngum að eiga sáttir sitja og við bara gerum okkur besta. Ef við horfum fram á bara eins og til dæmis í hópfimmleikum, þar eru Íslendingar búin að vera svona fremst næstu í Norðurlanda þjóð má segja svona síðustu ár. Eða svona, erum alltaf að berast. Er það bara þjálfunin og aðstæður eða er það bara því bara við Íslendingar eru svona ruglaðir eins og í knattspyrnunni? Þetta er náttúrulega bara, sko, hópfimmleikar eru svona frekar tiltölulega ný íþrótt, svo má segja, með við áhaldarfimmleikan allavega og hún er bara að riða sér til rúms allstaðar og við erum svona bara öll að læra inn á það og verðum betri í kjölfari og ég held þetta sé bara, við eigum bara mjög gott bæði fimmleikafólk og þjálfara og vinnum saman í því að gera góða fimmleika og ég held að það sé bara lykillinn að velgengni okkar. En þá aftur að Eurogyminu, þetta er það ekki alveg gífurlegur fjöldi sem er konið að keppa eða svona sína listi sínar? Já, það voru núna 3.900 á hátíðinni hvaðan æfa úr Evrópu. Ísland sendi 114 einstaklinga. Við áttum 5 félög í ár. Afturöldingu, Ármann, Fylki, Fjölni og Selfoss. Og þetta var bara alveg skemmtun og veisla í heila viku. Og þetta við vorum í České Budějovice í Tékklandi.
kannski ekki alveg staður sem maður fer á hverjum degi inn í Tékklandi, en mjög skemmtilegt og öðruvísi menning og svona, og þetta var bara mjög áhugavert og skemmtilegt. Og já, eins og þú komst inn á, það eru, já, þarna voru þáttakendur, 3.900 manns, eða eitthvað álíka? Já, 3.900 er svona uppgefn tala sem við höfum heyrt, og það var minnir að Portúgal hafi átt stærsta hópinn, þau voru 800 og það var Grikkir og Belgía, Þýskaland, Noregur, Danmörk, Svíþjóð, bara já. Man ekki alveg hvað löndin voru mörg í heildina, en þetta var mikil fjöldi. Já, allan 4.000 manns sem eru þarna þáttakendur, þannig að það er alveg nógu mikið, við hefum bara 114. Já, og 3.900 á hátíðinu, svo er bara heil mikið af skipuleggjendum og það eiga allir fólk úr fimleikasambandi, og svo voru líka áhugamenn fimleika og fullt af sjálfboðaliðum. Svona hátíðir eiga mikið af sjálfboðaliðum sem hjálpa við hátíðina og þannig að sko 3.900 þetta var mikið stærra tala af allra heildinni, sko. Já, nákvæmlega. Þannig að En já, til þess að ná árangur í fimleikum, það er svolítið sjálfséður árangur, eins og til dæmis að Íslendingar eru búin að ná á síðustu árum núna í fimleikum, og þá sérstaklega til dæmis eins og í hópfimleikum, þó að þessi ungi íþróttu, þá eru samt sem áður, þetta eru svo stór lönd sem við erum að keppa við. Eða svona, miður höfðatölu, maður slimpar alltaf á þetta. Já, akkurat. Ég held að þetta sé bara eitthvað svona sér íslenskt, alveg svo með handboltan og fótboltan. Við erum bara svo ótrúlega seig. Þó að við eigum þannig sé með höfðatölu fáa, þá bara, já, erum við bara svo sterk og duglega að við náum alltaf svona frábærum árangri í okkar íþróttum. Og sem er bara frábært. En já, nú er svona, já, má segja þetta er svona hálfgjört frí fyrir fimleika fólk á sumrin, en það er samt sem áður alltaf æfingar í gangi. Jú, það er ekki mótsvöld, en það er samt sem áður svona, þið eru samt alltaf æfandi einhvern veginn. Já, það eru jú, sko fimleikafélögin taka yfirleitt svona smá sumafrí. En það eru samt sumaræfingar fyrir keppnisdeildirnar, og svo eru náttúrulega landsliðin á fullu, eins og í hópfimleikum, þau eru alveg á fullu í æfingum, og það er til dæmis, það er að byrja keppnistímabil núna í haust, og þannig að það er ekki að stoppa. Nei, nákvæmlega. En já, svona maður horfir yfir núna, það er til dæmis, nú erum við eignast, það kannski, við áttum ekki okkur almennilega kannski á að nú erum við til dæmis að eignast keppandi á Ólympíuleikum. Já. Og þetta er, sko, því að fimleikarnir eru svo stór íþrótt á heimsmæli hvarða. Það er bara frábært að við erum einmitt núna með fyrsta íslenska keppandan í fimleikum á Ólympíu og þetta er bara alveg frábært og það er gaman að fylgjast með. Og svona þjóðstoltið fer alveg í botn. Við allar þessar fréttatilkynningar um þetta, og ég er mjög spennt að fylgjast með þessu. Svona í lokinu við sleppið, þá er náttúrulega, já, eins og hjá ykkur Gerplu, þið eru væntanlega það ekki alveg, já, með fullt af námskeiðum og fleira, og það er, eins og þú varst að segja, þú ert að vinna þarna í verkefnahópi sem heitir Fimleika fyrir alla. Er erfitt fyrir íslensk börn að æfa fimleika, eða er það erfiðara fyrir foreldrana kannski að koma þeim inn? Sko, já og nei. Það er mjög misjafnt. Ég vil meina að það komist sem flestir inn, og en bara því miður þá sitjum við með þröngt húsnæði, en
En þrátt fyrir það náðu að halda bara mjög flottri og góðri starfsemi eins og til dæmis upp í Gerplu. Og erum til dæmis með náum að halda starfsemi yfir sumari með keppnishópana okkar og erum við sumarnámskeið fyrir krakka, svona 5 leika námskeið. Og það bara frábært sko. Já. Stefanía, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma. Já, það náttúrulega nóg framöndan núna í haust og vetur. Já, það að gera náttúrulega bara, er það ekki lykilatriði að skrá sig tímalega til þess að börnin komast inn í fimleikana? Jú, skrá sig tímalega og þá reynum við okkar best að koma börnunum inn. En svo að þú talar framhaldið að næsti viðburður hjá okkur í nefndinni fimleika fyrir alla, við erum með það Golden Age í Slóveníu. Minn því í október frekar en nóvember og það er svona fimleikasýning fyrir 50 ára eldri. Og Ísland að fara að senda mjög stóran hóp þangað út. Það verður mjög gaman að fylgjast með þeim. Stefanía, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma, en fyrir þá sem áhugasama til þess að fylgjast með, hvar er svona best að leita? Það er bara best að fylgjast með heimasíðu Fimleikasambands Íslands. Og við erum líka með Facebook-síðu Fimleikasambands Íslands. Og við erum mjög duglega að setja inn fréttir af því sem við erum að gera. Og það er hægt að sjá þar myndir af Eurogame-hátíðinni. Já, algjör snillt. Þakka kærlega fyrir, og fimleika er líka fyrir alla, þú sért fullorðin. Algjörlega. Algjörlega fyrir alla. Stefán, takk fyrir mig. Þakka kærlega að gefa okkur tíma og gangi sem allra best. Það var gott. Takk sem leys. Bless. Já, sportþátturinn heldur áfram göngu sinni hér í kvöld. Já, fyrir nánari upplýsingar sem hún kom inn á, þá er það Fimleikasamband Íslands og að gera kíkja og þar getið sé allar upplýsingar og alla helstu upplýsingar allt. Einnig hvað er hægt að æfa og fleira til. Ég hvet alla foreldrar til þess að skrá börnin sín tímalega. En við ætlum næst að koma okkur í samband í Danmörku, en U20 landslið okkar í handbolta, hvað maður að segja, bronsstrákan okkar frá U18, þeir eru komnir hérna núna til Danmörku og Jóhann Ingi Hafþórsson frá 51.is, hann er að fylgja þeim eftir og við ætlum að heyra þar. Nóg að sunnlendingum, það er mitt meðal annars, en Jóhann Ingi Hafþórsson, fréttaritari, verður hér á línunni eftir örskama stund, farið ekki langt. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Húsráðendur og sumarbústaðeigendur athugið. Þarft þú að láta